Góðan dag. Ég set hér fund bæjarstjórnar númer 403 sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 28. október 2021. Fundinn sitja Lárus Ásmar Hannesson, Erla Friðriksdóttir, Haukur Garðarsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, Gunnlaugur Smárasson og sú sem hér talar, Hrafnhildur Halldórsdóttir. Jón Sindri Emilsson sér útsending og tæknimál og hér Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri sem ritar fundargerð í fjarveru Þórs. Á dagskrá eru 17 liðir og göngum nú til dagskrár. Fyrsti liður fundargerð bæjarráðs númer 632 og lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Lárus Ásmar bæjarfulltrúi eftir hefur beðið orðið. Gerðu svo vel. Forseti, ég langar að taka aðeins til umfjöllunar 10. lið í fundargerð bæjarráðs sem nú svo sem þáttur sem við þekkjum og hefur búin að koma inn á okkar borð á og til síðustu ár. Það áhugi Alketian Síplant að reisa hér á verksmiðju. Við fórum yfir á bæjarráðsfundinum þegar við sáum gögn og frá fyrirtækinu stöðuna. Það virðist nú vera hreyfing á þessu máli sem vel, en það tvennt sem mig langar aðeins að koma inn á og hef komið að vísu inn á áður, en ég ætla ekki að hætta því fyrir að það svona nokkurn veginn liggur fyrir hvernig staðan í því. Það annars vegar í teikningum á svæðinu sem fylgir þessum gögnum teiknuð inn höfn fyrir utan verksmiðjuna. En það hefur einhvern veginn aldrei verið tekin umræðu á að byggja höfn eða hvar á að landa þessu mögulega hráefni. Og þetta þurfum við að óska eftir því að fá svör við, þannig að við sem bæjarfulltrúar séum með þennan þátt inn í þessum vangaveltum öllum. Ég vil einnig nefna að það virðist ekki vera nein tímaáætlun hjá þeim í plönum varðandi áfangan 2 og 3 við vinnsluna. Áfangi 1 í rauninni bara frumvinnsla, þurrkun eins og þekkjum í Reykhólum, sem mér finnst ekkert spennandi ef eingöngu verður farið í þann áfanga. Ég vil fá að sjá tímaáætlun með áfanga 2 og áfanga 3. Það verða áfangar sem munu skipta okkur verulegu máli og við höfum að gera kröfur um að það liggi fyrir sem fyrst. Að öðru leyti þá vona ég þetta verkefni gangi hratt og vel og verði unnið vel og faglega áfram í sátt við aðila á náttúru. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Jakob Björgvin, Haukur Ljós, gerðu svo vel. Forseti, kem kannski aðeins inn í þessu umræðu stöðuna á málinu var þetta Alketian Síplants og þangvinnslu í Stykkishólmi og kannski sérstaklega þessum vangaveltum sem að Lárus Ásmar bæjarfulltrúi velti hér upp. Fyrsta lagi hvar og hvort byggja bryggju á svæðinu og hins vegar tímaáætlun var þetta lið 2 og 3 í þessum framkvæmdum sem svo eru kallaðar. En var þetta fyrra atriði sem þá hvar á byggja bryggju eða hvort byggja bryggju, þá ég að fara á fund með Vegagerðinni í næstu viku, föstudaginn næstu viku. Þar sem að við munum í fyrsta lagi fara yfir stöðunu í Skipavíkurhöfn því að við gerum ráð fyrir því að við séum að fara að byggja eins upp betri aðstöðu í Skipavíkurhöfn fyrir að fyrsta. Og síðan næsta spurning svo bara yfir höfuð mögulegt að byggja höfn á hinu staðnum. Það þarf að fara ákveðnar frumrannsóknir á því. En alveg rétt, við höfum ekki tekið þessu umræðu en það er nú bara upp á borðinu. Ég sé ekki fyrir mér að í fyrirhugaðri skipulagsvinnu að við séum að fara að setja höfn inn strax þarna á þessu stað, heldur verða það breyting og skipulagi seinna. Þannig að eins og staðan í dag liggur fyrir við séum að fara að horfa á Skipavíkurhöfn sem höfn sem að landar þessu þangi
og síðan verður það flutt yfir á Kallhamra og síðan þá bara umræða sem við þurfum að taka hafna mannvirkja Kallhamrum og kannski fyrsta spurning sem þarf að svara og svarið þá vegagerðarnar að svara því bara yfir höfuð hvort það sé hægt að byggja upp hafnarmannvirki á þessu stað. Ef það er ekki hægt, þá þurfum við ekki að velta þessari umræðu fyrir okkur. Þannig að það er kannski til þess að svara spurningunum bryggju, hvort eða hvar. Nú var þetta tímaáætlun, þá get ég alveg tekið undir með Lárusi Ásmari bæjarfulltrúa varðandi skort á tímaáætlun varðandi 3. áfanga og það er eitthvað sem við munum geta rætt betur þegar að liggja fyrir samningsdrög. Ég á von á því að samningsdrög verði tekin til umfjöllunar á næsta bæjarráðsfundi. Við erum að reyna að koma saman svona drögum og samningi milli Akeidian og Stykkishólmsbæjar sem að miða svolítið út frá skipulagsvinnu, fyrirhugaðri skipulagsvinnu og þessu þætti og ásamt gjaldtöku og fleira í þeim dúr eins og við höfum farið yfir og þá gætum við í framhaldinu séð fyrir okkur jafnvel að boða fund í bæjarráði með bæjarfulltrúum á Akeidian þar sem förum kannski betur yfir þessi atriði varðandi þessa 3. lið en þessi 3. lið svona til upplýsingar þá er þar verið að tala frekari fullvinnslu á hráefninu þannig að verðmætasköpunin verði ennþá meira hér heim í héraði sem er bara vel og við stefnum náttúrulega að. Takk fyrir þetta, Jakob. Lárus Ásmar, hefur þessi ljós. Gerðu svo vel, Lárus. Forseti, ég vil bara þakka bæjarstjóra fyrir góð svör. Ég heyri að við erum sammála um þetta og það sem að ég velti fyrir mig núna í þessari umræðu, þar sem að það verið liggja fyrir að stefna sé að hráefninu verði landað í Skipavíkurbryggju, þá held ég sé mikilvægt að við látum taka það saman. Hvað verðum að tala í magni? Hvað margir getur farið ímynda sér gríðarlega mikla flutninga. Þannig að við förum yfir það, er þetta 2 bílar á dag þegar hráefnisvinnsla eða þegar verið að slá 3, 5 eða 1 eða skiljið hvað ég á við. Þannig að öðru leyti þá finnst mér þetta gott að við erum á sömu blaðsíðu með þetta að áfangi 2 og 3 er eitthvað sem að við munum sækja stíft að verði sótt fram í. Þar verði verðmætasköpunin og þar verða störf sem að skipta miklu máli fyrir okkur. En takk fyrir góð svör. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir fyrsta lið. Svo er ekki. Liðið 2, safna- og menningarmálanefnd, fundargerð nr. 115, lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðja sér ljós. Liður 3, velferðar- og jafnréttismálanefnd, fundargerð nr. 5, lagði þér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðja sér ljós. Liður 4, fundargerðir félagsmálanefndar Snæfellinga, lögð fram opinber útgáfa fundargerðar 197. fundar sem fram fór þriðjudaginn 4. október síðastliðinn. Fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðja sér ljós. Liður 5, starfsemi Náttúrustofu Vesturlands, lagðar fram skýrslur starfsemi Náttúrustofu Vesturlands frá 2019 og 2020, auk ársreikninga fyrir sömu ár, lagt fram til kynningar og orðið er laust. Lárus Ásmar, bæjarfulltrúi í Ellistað, hefur kveðið sér ljós. Forseti, sjáum það á skýrslunni sem að fylgir þessu máli hversu öflug starfsemi er í Náttúrustofu Vesturlands og hefur verið gegnum árin. Þetta var sérstaklega fyrir nokkrum árum mjög mikilvæg, mjög mörg störf í kringum þetta. Mér finnst að við þurfum að vita hvort við getum ekki gert þetta aftur jafn öflugt og þetta var. Við erum með mjög gott fagfólk þarna. Getum við náði betur inn í samfélagið og starfsemi sem við erum með og kannað hvort að við getum ekki aðstofað
þannig að þessi starfsemi verði bæði sýnilegri eins og hún var og sækjum fram í þessu. Því að við erum með sérstakt svæði hérna og þessi starfsemi hefur löngum vakið athygli. Bara hvetja okkur til dáða í því og við ræddum það nú bæjarráð einmitt að fá gott spjall með þessu fólki sem þarna hefur stýrt skútunni. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Már. Jakob Björgvin, bæjarstjóri, við biðjum orðið. Gerðu svo vel. Forseti, ég kom aðeins inn í þessu umræðu sem Lárus veltir hér upp varðandi starfsemi Náttúrustofu Vesturlands og tek undir það. Þetta er mikilvæg starfsemi og við erum líka með Háskólasetur Snæfellsnes sem er líka mikilvæg starfsemi og í starfshópi eflingu atvinnulífs erum við meðal annars að leggja einmitt aukna áherslu á að efla þessa báða þætti hérna hjá okkur í bæjarfélaginu til eflingar atvinnulífs og þá meðal annars að tengja þau auknum rannsóknum á lífríki Breiðafjarðar og annað og þá gerir ég ráð fyrir að styðja við hvort sem er Háskólasetrið eða þá Náttúrustofu Vesturlands og síðan er ánægjulegt að segja frá því að hér er nú verið að auglýsa eftir nýju starfsmanni hjá Náttúrustofu Vesturlands sem er þá samstarfsverkefni Sambandstaka sveitarfélaga Vesturlandi og Samtaka sveitarfélaga Vesturum með umhverfisráðuneytinu þar sem að verið að ráða þar inn starfsmann til þess að halda áfram með þá vinnu sem að snýra fram til Breiðafjarðar og þá verndun og þá nýtingu hans nýtingu þá á lífríki Breiðafjarðar. Þannig að það er bara fullt tilefni til þess að efla frekar starfsemina, bæði þá Náttúrustofu Vesturlands og Háskólasetrinu og við erum með það inn í eflingu starfshópnum og eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi með það að leiðarljósi að reyna að efla frekar þessa starfsemi sem er hér. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir lið 5. Svo er ekki. Þá er liður 6 næsta dagskrá, fundargerðir heilbrigðisnefndar Vesturlands. Lagðar fram fundargerðir frá fundum heilbrigðisnefndar Vesturlands númer 169 og 170 ásamt verklagsreglum númerslausa bifreiðar og fleira. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðið sér ljós undir lið 6. Liður 7. Fundargerðir stýrihóps hönnun og framkvæmdir á HVF Stykkishólmi eða hjúkrunarrými Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Lögðu fram 20. fundargerð stýrihóps ásamt minnisblaði frá vettvangsheimsókn stýrihóps í Stykkishólm þann 1.10.2021. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðið sér ljós. Liður 8. Umhverfismat. Tillögur að nýrri svæðisáætlun 2021 til 2032 fyrir suðvesturhornið. Lögð fram tillaga að nýrri svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2021 til 2032 sem tekur til starfssvæðis 4 stofnsamlaga og 32 sveitarfélaga á suðvesturhluta landsins. Áætlunin er unnin af samstarfsvettvangi sorpsamlaganna á grundvelli samkomulags sem gert var 15. maí 2009 og á grundvelli samþykktar samstarfsvettvangsins frá 11. maí 2017. Bæjarráð fól bæjarstjóra á 631. fundi sínum að semja drög að umsögn fyrir hönd Stykkishólmsbæjar. Bæjarstjórn staðfesti á 402. fundi sínum ákvörðun bæjarráðs og fól bæjarráði fullnaðarafgreiðslu á umsögn bæjarins. Umsögn Stykkishólmsbæjar sameiginlega svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2021 til 2032 á Suðvesturlandi var lögð fyrir á 632. fundi bæjarráðs. Bæjarráð samþykkti framlagða umsögn bæjarstjóra sameiginlega svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2021 til 2032 á Suðvesturlandi. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Og engin kveðið sér ljós. 9. liður menningarstefna Vesturlands 2021 til 2024 lögð hér fram drög að endurskoðaðrar menningarstefnu fyrir árin 2021 til 2024. Á haustþingi SSVAF var ákveðið að vísa menningarstefnu Vesturlands til sveitarfélaganna á Vesturlandi til samþykktar. Safna- og menningarmálanefnd tók stefnuna til umfjöllunar á fundi sínum númer 115. Nefndi samþykkti stefnuna fyrir sitt leyti og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana. Bæjarráð fagnaði á 632. fundi sínum fyrirliggjandi vinnu og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja menningarstefnu Vesturlands. Orðið er laust.
Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir menningarstefnu Vesturlands. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða með öllum atkvæðum. Þar liður 10 skipan í ungmennaráð. Samkvæmt 47. grein samþykktar stjórn Stykkishólmsbæjar er ungmennaráð skipað 7 fulltrúum á aldrinum 14 til 24 ára og 3 til vara að fengnum tillögum frá nemendafélagi grunnskólans í Stykkishólmi, nemendafélagi Fjölbrautaskóla Snæfellinga, Ungmennafélaginu Snæfelli og Æskulýðs- og íþróttanefnd samanber erindisbréf ungmennaráðs. Lagðar eru fram tilnefningar í ungmennaráð. Á 632. fundi bæjarráðs lagði bæjarráð til við bæjarstjórn og ungmennaráð Stykkishólmsbæjar veturinn 2021 til 2022 verið skipað eftirtöldum. Æskulýðs- og íþróttanefnd, aðalmaður Emilía Ósk Olsen. Frá FSN, aðalmaður Heiðrún Edda Pálsdóttir, aðalmaður Halldóra Margrét Pálsdóttir og varamaður Ingimar Þrastason. Snæfell, aðalmenn Oddfreyr Atlason, Helga María Elvarsdóttir og varamaður Bjarni Þormar Pálsson. GSS, aðalmenn Sigurður Mar Magnússon og Tara Kristín Bergmann og varamaður Ívar Leó Hauksson. Orðið er laust. Hver eru þá samþykkir að bæjarstjórn skipa ráðunefnda aðila í ungmennaráð Stykkishólmsbæjar í samræmi við fyrirliggjandi tillögur? Og það er samþykkt samhliða. Þar liður 11 heildarskipulag Hólgarðsins í Stykkishólmi, framtíðarsýn og uppbygging. Lögð fram gögn Hólgarðinn í Stykkishólmi, minnisblað bæjarstjóra garðinn og glærukynningu bæjarstjóra sem hann kynnti á félagsfundi Kvenfélagsins Hringsins í Stykkishólmi síðastliðinn mánudag í samræmi við umfjallanir í fastanefndum bæjarins. Í minnisblaði bæjarstjóra kemur fram að Hólgarðurinn sé eini listigarðinn í bænum en samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu merki orðið list, yndi, ánægju, löngun eða fýsn. Garðurinn á sér ríka sögu og gerir staðsetning hans í miðjum bæ hann að miðpunkti og mikilvægum stað í hjarta bæjarins. Hann er bæði andrými fyrir einstaklinga, samkomustaður og hátíðarými fyrir bæjarbúa, gesti og gangandi. Að margra mati er garðurinn orðinn heldur lúinn og þarfnast heildarskipulagningar eða hönnunar sem tekur tillit til þarfa mismunandi notanda á mismunandi tímum. Í hönnunarferlinu verður unnið með Kvenfélaginu Hringnum og öðrum hagsmunaaðilum að því að skilgreina þarfir og finna lausnir í útfærslu sérstakra garðarrýma, aðstöðu, smábygginga og nauðsynlegra innviða og fleira. Í ferlinu kemur til greina sé vilji til þess að hálfu Kvenfélagsins að vinna sérstaklega með Kvenfélaginu að framtíðarsýn hvað Freyjulund varðar, til dæmis ef fyrirhugaðar eru breyting á notkun húsnæðis eða stækkun þess. Með vísan til framangreinds og fyrirliggjandi gagna leggur bæjarstjóri til að unnið verði heildarskipulag fyrir Hólgarðinn í Stykkishólmi. Bæjarráð samþykkti á 632. fundi sínum tillögu bæjarstjóra að hefja vinnu við heildarskipulag fyrir Hólgarðinn í Stykkishólmi í samræmi við fyrirliggjandi minnisblað bæjarstjóra. Orðið er laust undir þessum lið. Enginn kveðið sér hljóðs. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar og hver er samþykkið því að bæjarstjórn staðfesti afgreiðslu bæjarráðs? Og það er samþykkt samhliða. Það var að liður 12. Mönnun lögreglunnar á svæðinu. Lögðu fram ályktun 5. funda velferðar- og jafnréttismálanefndar þar sem nefndin lýsir þungum áhyggjum yfir mönnun löggæslu í sveitarfélaginu með tilliti til erfiðra félagslegra mála, til dæmis heimilisofbeldi, þar sem mikilvægt er að bregðast skjótt við. Nefndinni þykir þannig vegið að nærþjónustu samfélagsins. Bæjarráð tók á 632. fundi sínum undir áhyggjur velferðar- og jafnréttismálanefndar og lagði áherslu á að lögreglunni ber að sinna grunnþjónustu samkvæmt 1. grein lögreglulaga nr. 90/1996 sem hún getur ekki sinnt sé lögreglumönnum fækkað á svæðinu eða mönnum sé ekki fullnægjandi. Þar ber hæst neyðarútkallsþjónustu og afbrotavarnir. Bæjarráð minnti á fyrirliggjandi markmið lögreglunar viðbragðstíma og að tryggja þurfi nærveru lögreglunar á þeim tíma og stað þar sem þörf er hverju sinni, sér í lagi helgar. Þá myndi bæjarráð á frumkvæðis löggæslu lögreglunar í ljósi aukninga ferðamanna að nýjum. Bæjarráð hefur skilning á því ef ekki fást lögreglumenn tímabundið til starfa á meðan verið sé að auglýsa eftir starfskröftum en mótmælti harðlega ef til stendur hjá lögreglunni að skerða grunnþjónustu á svæðinu og fer fram á að mönnun og þjónustu á lögreglunni Stykkishólmi verði ekki skert þannig að lögreglan geti sinnt sinni mikilvægu grunnþjónustu.
Orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Það leggja ályktun bæjarráðs fram til staðfestingar. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og staðfestir ályktunina. Hefur samþykkið því. Og það er samþykkt samhliða. Það er liður 13, Norðurljósahátíð. Norðurljósin, menningarhátíð í Stykkishólmi, var fyrst haldin í Stykkishólmi í nóvember árið 2010 og hefur verið haldið annað hvort ár síðan. En hátíðin var sett á fót á vegum safna- og menningarmálanefndar Stykkishólmsbæjar eftir að bæjarstjórn tók ákvörðun að fela nefndinni að stuðla að menningarhátíð í Stykkishólmi. Norðurljósahátíðin var haldin síðast árið 2018. Undanfarin ár hefur safna- og menningarmálanefnd tilnefnt aðila til Norðurljósanefndar sem annast undirbúning hátíðarinnar. Norðurljósahátíðin verður næst haldin 2022. Safna- og menningarmálanefnd lagði til á 115. fundi sínum að Norðurljósahátíðin verði haldin dagana 20. til 23. október 2022. Safna- og menningarmálanefnd leggur jafnframt til að eftirfarandi aðilar sitji í Norðurljósanefnd: Kristján Daðason, Hjördís Pálsdóttir, Nanna Guðmundsdóttir, Beata Kowalska og Þórunn Sigþórsdóttir sem starfsmaður. Bæjarráð lagði til á 632. fundi sínum til við bæjarstjórn að samþykkja tillögur safna- og menningarmálanefndar. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu safna- og menningarmálanefndar tímasetningu og starfsnefnd fyrir Norðurljósahátíð 2022. Hver samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Komið að lið 14, Breiðafjarðarferjan Baldur. Lagðar er fram ályktanir bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar vegna Breiðafjarðarferjunnar Baldurs, dagsettar 12. mars 2021 og bókun bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar, dagsettar 29. mars 2021 sama efni, ásamt bókun 400 og öðrum funda bæjarstjórnarfundar 30. september 2021. Þar sem meðal annars var óskað eftir upplýsingum frá Vegagerðinni stöðu á vinnu við þarfagreiningu fyrir Breiðafjarðarferju sem Vegagerðin fól Navís ehf. Að vinna að og hver séu næstu skref samgönguyfirvalda. En sá fundur var haldinn með fulltrúum sveitarfélaga við Breiðafjörð 27. október 2021. Þá er lögð fram ályktun 67. fjórðungsþings Vestfirðinga sem haldið var á Ísafirði 22. og 23. október 2021 Breiðafjarðarferjuna Baldur. Fyrir fundinum liggur ályktun en áður en ég les hana upp gef ég orðið laust þetta mál. Lárus Osmar, bæjarfulltrúi Ellistan, hefur beðið orðið. Forseti, fyrir nokkrum dögum þá sátum við nokkur hér fund með vinnuhópi sem hafa falið að fara yfir málferjunnar og taka saman gögn og ég stóð þeirri menningu að þetta er svona að koma með einhverja tillögur næstu skref. Ég ger mig grein fyrir því að þessi nefnd í sjálfum sér hafði engin eða vinnuhópur, hafði engin völd til þess að taka einhverjar stórar ákvarðanir og hafði unnið ágætlega sitt verk, tekið saman gögn og varðandi flutningsgetu og væntanlega flutningsþörf og kosti og galla núverandi ferju og hvaða möguleika var í stöðunni. Það var rauninni ekkert sem kom á óvart þar. Það var ekkert sem var eitthvað nýtt. Og niðurstaðan var í rauninni svo að það þyrfti að fara í það hið fyrsta að undirbúa hafnirnar á siglingaleiðinni til þess að taka við nýju skipi. Þannig að við erum pínlítið bara á sama stað, finnst mér. Og við vorum þegar þetta mál fór á stað af miklum krafti eftir að ferjan bilaði aftur í annað sinn. Auðvitað má segja að hún bilar það því það kemur ljós og það er galli í varalut sem að fengið var eftir fyrri bilun. En fyrri bilunin, hún á sér stað ekki kjölfar á einu en einu nema þetta bara var gamalt skip. Þannig að það er ekki við fyrirtæki sjálft að sakast, það er bara uppfylla sína samninga og annað slíkt, en það er algjörlega ljóst, finnst mér, að því að
samningurinn runnin til enda eftir nokkra mánuði við núverandi aðila sem að siglir yfir með möguleika á ársframlengingu, að tíminn ofboðslega knappur og öryggið ekkert að lagast. Þannig að það var einhugur fannst mér í sveitarfélögunum og þeim sem voru á þessum fundi, og við verðum að bara leið og verður komin í ráðherra í þessum málflokki, þá verðum við að byrja að amra. Því að þetta getur ekki beðið, og það sem að kemur stendur nú svo sem upp úr í þessu öllu saman, það það hversu ferjan hefur sannað gildi sitt í umræðunni og norðurfirðirnir jafnvel að koma inn. Þannig að þess heldur ber okkur að hamra járnið svolítið. Við erum búin að vera algjörlega samstíga í þessu og ég veit við verðum það áfram ásamt öðrum sveitarfélögum sem að koma að málinu. En það ekki það sem að skiptir máli. Það bara það skiptir máli, það að við náum þeim sem að ráða yfir fjármagninu til þess að setja eitthvað á stað. Og það verður að fara á stað núna hönnun á höfnunum, og það verður að vera komin áætlun framkvæmdir á höfnunum á næstu mánuðum. Þannig að höldum áfram að standa saman í þessu af fullum krafti. Takk. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Þá les ég upp áðurnefnda ályktun. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur ítrekað lagt áherslu á þörfin fyrir nýja og stærri Breiðafjarðarferju mikil og brýn og bent á núverandi verkefni sé tvíþætt og ber að nálgast það í því ljósi. Það annars vegar þörf á lausn til skamms tíma, bráðalausn, og hins vegar framtíðalausn. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar telur að bráðalausnin felst í því hefja nú þegar undirbúning að breytingu á hafnarmannvirkjum og ferjubrúm og dýpkun hafna með þeim markmið að nýtt skip sem þjónar betur þörfum samfélagana hefji siglingar yfir Breiðafjörðinn sem fyrst. Framtíðarlausnin felst í að ríkið fjárfesti í nýrri og öflugri ferju sem gæti nýst í aflýsingu fyrir Vestmannaeyjaferjuna Herjólf, byggða á hönnun núverandi Herjólfs, sem uppfyllir allar nútíma öryggiskröfur, taki mið af stefnu stjórnvalda í umhverfismálum og mæti þörfum samfélagana, og að sú ferja hefji siglingar Breiðafjörðinn eins fljótt og verða má, þó eigi síðar en 2024. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar leggur þunga áherslu á að tryggja þurfi nú þegar fjármögnun á bráða- og framtíðarlausnum þannig að Vegagerðin geti hafið vinnu við hönnun og breytingar á hafnarmannvirkjum Stykkishólmshafnar, Flateyjarhafnar og Bráslækjarhafnar í samráði við hafna, bæja og sveitarfélagana. Þannig að hægt sé að taka í notkun nýtt skip til bráðabirgða sem uppfyllir betur þarfir atvinnulífsins flutningsgetu, kröfur almennings aðbúnað og aðgengi farþega og bætir öryggi með tveimur vélum á meðan unnið verður á undirbúningi og smíði á nýrri B-ferju sem einnig gæti nýst í aflýsingu fyrir Herjólf, líkt og kemur fram í niðurstöðum þarfagreiningar fyrir Breiðafjarðarferju sem Vegagerðin fól Navís e.h.f. að vinna og var kynnt á dögunum. Að öðru leyti vísar bæjarstjórn til fyrir ályktana og bókana vegna málsins. Hver eru samþykkt í þessari ályktun? Ályktun samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 15 sem gjaldskrár Stykkishólmsbæjar. Hér lögð fram drög að gjaldskrá Stykkishólmsbæjar 2022 sem tekur mið af forsendum fjárhagsáætlunar 2022 til 2025 sem samþykkt var á bæjarráðsfundi nr. 631 og bæjarstjórn samþykkti í kjölfarið. Bæjarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, hér lagðar fram gjaldskrá Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2022 í samræmi við forsendu fjárhagsáætlunar sem samþykktar voru í september. En samkvæmt þeim forsendum þá gert ráð fyrir almenni 4% hækkun á gjaldskrám Stykkishólmsbæjar. Ég ætla að gera kannski grein fyrir helstu tölum í þessari gjaldskrá og það fyrst ber að nefna að það gert ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu, það 14,52%, en hins vegar gert ráð fyrir að
fasteignaskattprósenta á íbúðarhúsnæði, sú prósenta mun lækka og jafnframt gert ráð fyrir að lóðarleiga á íbúðarhúsnæði muni lækka. En þessar breytingar eru meðal gerðar til þess að koma til móts við hækkun á fasteignamati. Þá gert ráð fyrir lækkun á lóðarleigu atvinnuhúsnæðis og holræsagjaldi atvinnuhúsnæðis. Fasteignaskattur í A-flokki mun vera 0,42% en var árið 2021 0,43%. Fasteignaskattur B-flokki verður óbreyttur 1,32%. Fasteignaskattur í C-flokki verður 1,57% en minni þá á að hámarkið þar 1,65%, þannig við erum vel undir því. Lóðarlega íbúðarhúsnæðis verður 0,97% árið 2022 en var 1,04% árið 2021. Lóðarlega atvinnuhúsnæðis verður 2% en árið 2021 á þessu ári þá hún 2,15%. Lóðarlega ræktunarlands óbreytt 6%, holræsagjald íbúðarhúsnæðis lækkar úr 0,18% í 0,17% og holræsagjald atvinnuhúsnæðis lækkar úr 0,21% í 0,20%. Þá gert ráð fyrir hækkun á sorpbyrðu eða sorpeyðingargjöldum, þannig að það hækkar úr 53.200 í 55.900. Að öðru leyti vísa ég til þeirra gjaldskráa sem að liggja fyrir fundinu voru samþykktar í bæjarráði en þess ber þá geta að gjaldskráa geta tekið breytingum milli umræða ef að vilji bæjarfulltrúar standa til þess en þeim jafnframt verið vísað til umfjöllunar og umsagna í fastanefndu bæjarins. Orðið laust. Ef engar athugasemdir eru gerðar við þetta af hálfu bæjarfulltrúa, þá ber ég gjaldskrá á sorphirðu, gjaldskrá. Er ég ekki að bera eina uppi? Það ekki, allir einu. Við getum stundum með all. Það ber ég gjaldskrá sorphirðu, gjaldskrá fráveitu, gjaldskrá slökkviliðs sem og gjaldskrá Stykkishólmsbæjar 2022 í heild sinni upp til samþykktar eins og það liggja fyrir núna í fyrri umræðu og að þeim verði vísað til síðari umræðu bæjarstjórn. Hverju samþykkið þessu? Og það samþykkt samhliða. Þá komið að lið 16 sem fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2022 til 2025. Lögð hér fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun ársins 2022 ásamt 3 ára áætlun áranna 2023 til 2025. Bæjarráð samþykkti á 632. fundi sínum fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar ársins 2022 ásamt 3 ára áætlun áranna 2023 til 2025. Bæjarráð vísaði fjárhagsáætlun til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Lögð hér fram til fyrri umræðu tillaga fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar, stofnana og fyrirtækja fyrir árin 2022 auk 3 ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar fyrir árin 2023 til 2025. Jakob Björgvin bæjarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2022 ásamt 3 ára áætlun fyrir tímabilið 2023 til 2025 lögð hér fram til fyrri umræðu í samræmi með lög og reglur um bókhald, fjárhagsáætlun og fjármálareglur sveitarstjórnarlaga og í samræmi við hefð hér hjá Stykkishólmsbæ. Bæjarfulltrúar þekkja það vinnulag sem við haft í fjárhagsáætlun og í vinnulagi verið hefðbundið. Þannig voru forsendur fjárhagsáætlunar samþykktar á bæjarráði í september og í framhaldinu á bæjarstjórn. Og ef ég geri stuttlega grein fyrir helstu forsendum fjárhagsáætlun 2022 þá reiknað með í þessari áætlun eins og liggur fyrir fundinum 2,8% verðbólgu en eins og hefur komið fram hér áður á bæjarstjórnarfundum þá gert ráð fyrir breytingum í þeim efnum núna í nóvember þegar ný þjóðhagsspá verður gefin út. Meðalvextir lánaði 3,1%, raunvextir, gjaldskrá hækka 4% kom fram í fyrir dagskrárlið. Önnur gjöld hækka eins og við til dæmis eins og hiti og rafmagn. Fjárfestingarhreyfingar eru áætlaðar 170 milljónir á árinu 2022 og verða fjárfestingarhreyfingar og fjárfestingar teknar til ítarlegri umfjöllunar núna á næsta bæjarráðsfundum.
Nú lántaka gert ráð fyrir lántöku upp á 220 milljónir árum 2020 en á sama tíma gert ráð fyrir að afborgun lána verði í kringum 200 milljónir á næsta ári. Nú tekjur hækka 3% og ef ég fer þá yfir í árin 2023 til 2025, hitt voru forsendur fyrir árið 2022. Nú það þá gert ráð fyrir að tekjur hækki 3% á árum 2023 til 2025 sem ekki of mikið í lagt þar, raunhæft. Mat myndi ég segja, meðalvextir lána 3% raunvextir, gjaldskrá Stykkishólmsbæjar hækkar 3% 2023 til 2025, laun og rekstrargjöld hækki 3% sama tímabili, fjárfestingarhreyfingar 120 milljónir árið 2023, 100 milljónir 2024, 100 milljónir 2025. Lántökur 2023 150 milljónir, 100 milljónir 2024 og 60 milljónir 2025 og síðan þarna gert ráð fyrir 2,7 til 2,8% verðbólgu 2023 til 2025. Nú markmið með fjárhagsáætlun 2020 að tryggja jafnvægi í rekstri. Nú framlegðarhlutfall verði næst 12%, veltifjárhlutfall nálgist 0,7 sem fyrst, handbært fé verði sem næst 100 milljónum og skuldaviðmið verði í kringum 100%. Það minnstakosti verði í kringum 100% að liðnum þessum 4 árum, það að segja í lok árs 2025 en gert ráð fyrir að skuldaviðmið verði kannski í kringum 130% á næsta ári. En við förum betur yfir það í milli umræðna og verður gert betur grein fyrir því þegar áætlunin fullbúin í desember. Nú helstu lykiltölur eftirfarandi. Tekjur alls 1,6 milljarður, gjöld alls 1,5 milljarður, rekstrarniðurstaðan neikvæð, þá ég að tala A-hlutann 30 milljónir, veltifjár rekstri 111 milljónir, afborgun langtímalána 190 milljónir, handbært fé í árslok 140 milljónir. Fjárhagsáætlun B-hluta, hafnarsjóður hagnaður 17 milljónir, fráveita hagnaður 20 milljónir, félagsleg íbúðir hagnaður 2 milljónir, dvalarheimili 50 milljón króna tapi, en gert ráð fyrir að við séum að reka dvalarheimilið hér í Stykkishólmi fram til 1. júlí næstkomandi. Rekstrarniðurstaða þjónustuíbúða 900 milljónir, veltifjár rekstri 31 milljón, afborgandi langtímalána 21 milljón. Nú ef ég leggst á fjárhagsáætlun samstæðu Stykkishólmsbæjar A og B hluti fyrir 2022, tekjur alls 2,3 milljarðar, gjöld alls 2,2 milljarðar tæpur, rekstrarniðurstaðan verður þó neikvæð samkvæmt núverandi áætlun 5 milljónir, veltifjár rekstri yfir 168 milljónir og hækkar þá samkvæmt þessu 70 milljónir milli ára, afborganir langtímalána verða 200 milljónir eins og ég kom að hér áðan og handbært fé í árslok verður 100 milljónir. Þess verður þó að geta hér á þessum vettvangi að ég gerir ráð fyrir breytingum á heildartekjum og heildargjöldum milli umræðna. Þar sem gert ráð fyrir áætlun að þá eftir að taka innri tekjur og gjöld út eins og gert var grein fyrir og tökum umræðum í bæjarráði. Nú þá gert ráð fyrir því að síður umræðum fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fari fram 10. desember næstkomandi og mun bæjar og bæjarstjórn hafa tækifæri til þess að gera breytingar á áætluninni á milli umræðna. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin. Orðið laust. Lárus Ásmar, bæjarfulltrúi Ellistaðir, beðið orðið. Forseti, langar aðeins að koma inn á því að það fylgir þessari fyrirumræðu bókun. Nú á þetta að fara í gegnum seinni umræðu en með við þá bókun inn í fundargerð sem að liggur fyrir þá finnst mér að vanta til dæmis þætti á móti upplýsingum sem koma. Það kemur fram gjöld fyrir fjármagnsliði, svo kemur rekstrarniðurstaða. Það koma að segja að það kemur ekki í þáttunum sem fjármagnsliði sem að breytir þessari niðurstöðu. Það kemur heldur ekki fram áætluð lántaka en það kemur fram hins vegar afborganir langtímalána. Þetta eru svona stærðir sem þurfa að standa saman og vera saman til aflestrar.
viðhaldsþörf ef við förum í B-hluta fyrirtækjanna og það er að tala um hagnaða á höfninni sem hefur verið vel reikin undanfarin ár og fráveitu og svo framvegis. Þetta er náttúrulega eitthvað sem er gleðilegt og líka gleðilegt að við horfum fram á það að rekstur hjúkrunarrýma sé að fara út úr okkar bókhaldi. Þetta hefur verið neikvætt árum saman og lítur út fyrir að vera bara talsvert mikið neikvætt núna 2021. Það er annað sem að þeir sem maður búin að vera í þessu svolítið tíma á sérstaklega síðust ár og ég held við þurfum að fara yfir það. Að það eru svakaleg frávik búin að vera á upprunalegum áætlunum og svo með niðurstöður. Ég held að það sé bara hollt fyrir okkur að fara í gegnum þetta því að samkvæmt sveitarstjórnarlögum það álíka alltaf að miða við upprunalega áætlun og alltaf að standa með og við þurfum að gera það. En hins vegar erum við búin að vera samstígið því að við gerðum okkur grein fyrir því að við gáfum í COVID-tíman. Við ætlum að gera það og við erum í fjárfestingu núna sem eru mjög jákvæðar. Búið að fara inn í götur og hjúkrunarrýmin og stækkun leikskóla og svo framvegis. Skólalóðina og körfuboltavöllunum þar. Þannig að svo ég nefni eitthvað. En ég vildi bara koma þessu fram. Ég svona aðeins hugsi bara yfir hvort það á að standa bókun með þessu að þetta er fyrir umræða hvort við höfum ekki að vera með bókunna sameiginlega eftir seinni umræðu. Takk. Takk fyrir þetta, Lára Sarpur. Jakob Björgvin bæjarstjóri, við biðjum orðið. Forseti, fyrst varðandi athugasemdir við fyrirliggjandi bókun og þær upplýsingar sem framkoma í henni. Við getum tekið bara undir það. Þetta er bókun bara til þess að svona útskýra það. Það var þetta sama bókun að hefur verið í fyrri umræðu síðustu árin. Áður en við byrjuðum að birta gögnin með í fundagerðum á netinu. Fyrir mér má þetta allt fara út, þessar upptalningar og lykiltölum. Það er mér að meðalausu og leggjum bara til að það veri gert því að fólk getur séð fjárhagsáætlunin eins og liggur fyrir í fylgigögnum. Varðandi þessa fjármagnsliði og lántöku og annað slíkt sem að Lárus nefnir bæjarfulltrúi þá kemur lántaka fyrir í forsendum á síðunni fyrir framan eða fyrstu síðu í fylgigögnum fjárhagsáætlun sem 200 milljónir en þetta er sama bókun og er búin að vera í fyrra og hitti fyrra og hún var bara tekin til þess að vera með samræmi í framsetningu í fundagerðum en ég mun þá bara leggja til að bókun veri stytt og verið tekin út þessar helstu lykiltölur úr þessari bókun og fólk getur þá bara kynnt sér fyrirliggjandi fjárhagsáætlun í fylgigagni með fundagerð. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Hverjir eru samþykkið því að þessi bókun verið tekin út? Það er samþykkt samhliða. Ef að fleiri vilja ekki kveðja sér ljós undir þessu, þá bæjarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og 3 ára áætlun fyrir tímabilið 2023 til 2025 og vísar henni til frekari umfjöllunar bæjarráð og til síðari umræðu bæjarstjórn. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að síðasta liða dagskrá, liður nr. 17 sem eru minnispunktar bæjarstjóra sem hafa verið lagðir fram til kynningar og bæjarstjóri Jakob Björgvin hefur beðið um orðið. Forseti, ég er örstuð grein fyrir svona helstu minnispunktum ef ekki langir í þetta skipti sem að sumir fagna væntanlega en
Byrjum á því að opin kynningar og samráðsfundur og haldið fyrir íbúa 7. október síðastliðinn, en þetta er þá fundur sem starfshópur Stefnumorgun Stykkishólmsbæjar í málefnum einstaklinga 60+ hélt, þar sem kynnti helstu markmið skipan hópsins og óskaði jafnframt eftir ábendingum sem gætu veitt gott veganesti í vinnuna. Nú að sama skapi er starfshópur eflingu atvinnulífs, hann stendur fyrir skoðanakönnun með það leiðarljósi að efla samfélag og byggði Stykkishólmi, þar sem verið að velta því upp við íbúa hvar þeir sjáu tækifæri í frekar atvinnuuppbyggingu hér í Stykkishólmi, og svörun hefur verið ágætt. Við erum kringum á annað 100 svör komna nú þegar, þannig ég hvet þá sem eiga eftir að svara að fara inn á heimasíðu Stykkishólmsbæjar, finna þar könnunina og svara henni. Nú bara til upprifjunar og aftur, og þá er Kristín Þorleifsdóttir hófjörnstjóri í ágústmánuði sem kom fram síðast, og Fannar Þór Þorfinnsson hefur hafið störf byrjun þessa mánaðar sem sérfræðingur á sviði byggingamála og yfirmaður verklegra framkvæmda, en hann kemur einnig til með að starfa sem byggingafulltrúi sveitarfélaganna 4. Nú við settum af stað frétt nú í dag þar sem að öllum íbúum Stykkishólmsbæjar gefur kostur að skila inn ábendingum og tillögum vegna fjárhagsgerðar bæjarins fyrir árið 2020. Þannig hafa íbúar bein áhrif á aðgerðir bæjarstjórnar hvað varðar áhrif á aðgerðir bæjarstjórnar það hvernig fjárhagsáætlun er sett upp, og þarna getur verið að nýju verkefni, nýja fjárfestingar, áhersluverkefni starfsemi bæjarins, en síðan ekki síst tillögur hagræðingar í starfsemi bæjarins sem ég hvet íbúa sérstaklega til þess að koma fram með. Nú ISÍ í samstarfi við Samband Íslands stendur fyrir landsátaki í Sundi frá 1. til 28. nóvember 2021. Syndum er heilsu- og hvatningarátak sem höfðu til allra landsmanna. Markmiðið með Syndum er að hvetja alla almenning til þess að hreyfa sig oftar og meira í sínu daglega lífi og njóta meðal annars sund til þess. Og ég hvet bæjarfulltrúa og alla íbúa til þess að synda eins og þeir geta í nóvember 2021. Sund er hóll og góð, ég æfði eins og sund hjá Maríu Valdimarsdóttur hér í Stykkishólmi og bý vel að því í dag. En nú komandi helgi 21. til 31. október verður mikið að vera, en það er þá bjóða hólmarar til veislu fyrir öll skilningavitt, hugleiðsla, kakóseremonía, sund, sjósund, tónheilun, flot, náttúruhlaup. Ég ætla ekki eins og bera þetta fram sem stendur hana. Þetta er einhvað activation. Dásamlega náttúra og gómsætur matur er meðal þess sem yfirgripsmikil dagskrá býður upp á. Hægt er að kynna sér dagskrána á stykkishólm.is en einnig á visitstykkishólm.is. Einnig stendur foreldrafélag grunnskólans fyrir hrekkjavökugöngu og böllum fyrir nemendur grunnskólans núna í kvöld. Hrekkjavaka er haldin vísvegar heim 31. október, en ákveðið var að þjóðstarta gleðinni hér í Hólmunum og ganga í hús núna í kvöld. Nú og að lokum þá er vinna við körfuvöll á grunnskólalóðinni langt komin, og í gær tók völlurinn á sig mynd þegar undirlag vallarins er lagt niður og blasir fagur, blár og rauður völlur við þeim sem að mæta þar á staðinn og spila körfubolta, og fjöldi fólks hefur komið undirbúningi og framkvæmdu vegna vallarins og eiga þeir þakkir skilið, og vil þakka þeim öllum á þessu vettvangi hérna fyrir þeirra framlag í þessari uppbyggingu. En svona til upprýðunar þá var þetta samstarfsverki Stykkishólmsbæjar og Snæfells, og það er kannski ber helst að þakka formanni Snæfells sem hefur verið, held ég bara á öllum stundum sem að framkvæmdir hafa verið við völlinn og svona dregið vagninn í þessari vinnu allri. Þannig að minnisbótum mínur er ekki lengra sinni, þannig að ég bara gef fundarstjóra aftur orðið, ef ég má. Takk fyrir góða samantekt, Jakob. Orðið er laust undir þessu lið minnispunkta bæjarstjóra. Lárus Osmar, bæjarfulltrúi Ellistands, hefur beðið orðið. Forseti, ég hef aldrei komið upp undir þessum lið. Ég var það þess að koma að ég var aðeins að slá létta strengi. Ég var lengi að veltaði fyrir mér akkur bæjarstjórinn var svona massar. Það var náttúrulega eftir sundæfingarnar hjá Mæju. En að öðru leyti finnst mér bara þetta vel uppsetti punktar, og ég vil fagna þessu sérstaklega með íþrótta með körfuboltavöllinn. Þetta er alveg stórglæsilegt, og
og rauninni hvernig hefur verið aðeins staðið. Þetta sem fjáröflun fyrir íþróttafélagið, hvernig félagar hafa lagt að mörkum, fá fjármagnin í félagið, þetta er algjörlega til fyrirmyndar. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveða þessi ljós? Einhver sem vil spyrja bæjarstjórann hvort hann hafi lært körfubolta? En það er sem komið að lokum þessar fundar og ég hveti ykkur til að taka þátt í þessari óskahelgi stíkarsmöð eins og Jakob nefndi, það er fullt skemmtilegt að gera og ég tek undir með Lárus Ásmari að þetta er fagnaðarefni að þessi völlur skuli vera komin. Annars óska ég ykkur góðra helgar og slít fundi klukkan 18:01 og þakka góða fundasettu.